Guðmundur Sigurjónsson annar íslenski stórmeistarinn. Guðmundur fæddur árið 1947 og varð ungur á árum skákmeistari Íslands, einungis 17 ára gamall árið 1965. Guðmundur var útnefndur alþjóðlegur meistari í skák árið 1970 og sigraði sama ár á mjög sterku Reykjavíkurskákmóti. Guðmundur var svo útnefndur stórmeistari árið 1975. Hann sigraði þrisvar á skákþingi Íslands. Hann teldi einnig á fjölda ólympíumóta fyrir Íslands hönd. Guðmundur sinnti einnig starfi aðstoðarmanns. Hann aðstoðaði þýska stórmeistarann Robert Hübner í EM hans og aðstoðaði meðal annars Hannes Lífa Stefánsson þegar svo síðarnefndi var heimsmeistari undir 16 ára árið 1987. Á þessum árum hætti Guðmundur taflmennsku að mestu en hefur æ síðan sinnt ákaflega farsælustarfi sem fasteignasali. Skákin sem við ætlum að skoða með Guðmundi var tefld árið 1968 gegn ungverska stórmeistaranum Laszlo Szabó. Laszlo Szabó var á þessum árum með bestu skákmönnum heims. Guðmundur hefði svart og Szabó hóf skákina á D4 og Guðmundur svaraði því með slavneska fórn. Riddari F3 og riddari F6 kom næst og þá riddari C3 og hér lék Guðmundur E6 sem uppaðið af svokallari hálfslavneska vörn eða semislav og þetta verður fljótt að meran afbrigðinu svokallað eftir D-dreppi C4, biskupdreppi C4 og B5. Hugmynd svarts að sækja fram hérna á drottningavægnum og reyna að losa sig með að leika annað hvort C5 eða E5 á einhverjum tímapunkti. Szabó leik núna biskup E2. Algengari leikur að fara með biskupinn hérna á D3 og reyna að leika E4 sem fyrst. En biskup E2 líka prýðilegur leikur. Nú kom biskup B7 hjá Guðmundi og A3 hjá Szabó. Algengari leikur að hrókara stutt, en hugmyndin með A3 að skorða drottningavænginn með að leika B4 snemma og stöðva svartan í að mynda sem mótspil með að leika C5. Guðmundur leik núna A6 og þá kom B4. Í þessar stöðu algengasti leikurinn fyrir svartan A5 til að brjóta niður tök hvíts á drottningavægnum. Hér verður hvítur sennilega að leika hrók B1 og halda peðinu sín á B4, en eftir A-dreppi B4 og A-dreppi B4 geta svartur leiki hérna riddari D5 og hvítur eru þá að fara í uppskipt á D5 og eftir E-dreppi D5 hefur svartur prýðilega stöðu. Hann getur stilt mönnum sínum upp hérna með biskup D6 og drottninga E7, hrókara stutt og á möguleika á að stilla riddarnum sínum upp hérna á þessum sterka C4 ridd. En Guðmundur valdi annan leik eftir B4, hann leik biskup D6 og plan hans þá að leika drottning E7 og losa sig með að leika E5. Nú kom stuttrókin á hvítum og stuttrókin á svörtum líka og biskup D2 og núna drottning E7 og drottning C2 og núna loksins E5. Svartur reynir að losa sig. Hér ekki skynsamlegt fyrir hvítan að fara í uppskipti á E5, það myndi einungis hjálpa svörtum og gera honum jafnvel kleift á því að losa sig með að leika C5 seinna meir. Hvítur vill helst halda peðinu sín á D4 og stöðva C5 framárásina. Þannig að Szabó leik hrókur A til E1 og þá kom hrókur A til C8 hjá Guðmundi. Nú kom riddari G5 hjá hvítum og eftir H6 hörfaði riddarinn hérna niður á E4. Þessi riddar eftir að koma mikið við sögu seinna í skákinni. Nú hörfaði Guðmundur með biskupinn niður á B8, hann vill halda honum inn á borðinu og líka á þessari sterku skálinu þar sem hann setur smá pressu á hvítu kongstöðuna. Nú fór hvíti riddarinn tilbaka á G3, hótar jafnvel að fara hérna niður á F5 og eftir hrókur F til E8 kom riddari F5 og þá drottning E6. Nú fór Szabó í uppskipti á E5 og eftir riddardrepur E5 þá leika riddarinn enn aftur núna á D4 og eftir drottning D7 fór riddarinn hérna niður á B3. Tökum eftir þessi riddari búinn að fara í langt ferðalag. Hann hóf ferðalagi hérna á F3 og fór á G5, fór þaðan á E4 og síðan niður á G3 og þaðan á F5 og svo D4 og B3. Og hann komin alla þessa leið til þess að ná tökum á C5 réttum. Hvítur hótar rauninni núna að leika riddari C5. Nái hvítur að stilla riddarinn sínum upp á C5 hefur hann fullkomin tök á stöðunni og svartur hefði þá nánast ekkert mótspil. Þess að biskuparnir eru mjög verkefnilitlir hérna eins og við sjáum, sérstaklega biskupinn á B7 fastur inn í baku peðin. Þess vegna lék Guðmundur í þessar stöðu C5
sem frábær leikur. Þetta í raun og veru peðsvort til þess að virkja biskupinn á B7, en eftir riddari drepur C5 þá fórnaði Guðmundur skiptamenn með hrókur drepur C5. Nú kom B drepur C5 og þá hafði Guðmundur undirbúið þennan frábæra leik riddari F3 skák. Og þessi leikur kemur hvítum í mikil vandræði. Hvítur lék núna biskup drepur F3. Ef að hvítur hefði leikið í þessari stöðu kóngur H1 þá getur svartur auðvitað hirt hrókin á E1, en ekki bara það heldur án í þessari stöðu þennan ótrúlega skemmtilega leik drottning H3 sem byggir á því að þessi biskupar eru alveg svakalega sterkir hérna á drottningavangnum, peðið á G2 leppur og það mátótun á H2. Hvítur á í lenga vörn í þessari stöðu. Það bæði mátótun á G2 og H2. En eftir riddari F3 skák kom biskup drepur F3 og þá drep Guðmundur tilbaka á F3. Og nú sjáum við að eftir G drepur F3 þá kemur hérna drottning H3 með mátótun á H2 og hvítur eru þá að leika F4 til þess að stinga upp í biskupinn á B8, en þá getur svartur að leika riddari G4 enn og aftur með mátótun á H2 sem að verður ekki bjargað. Þannig eftir biskup drepur F3 hjá svörtum þá leik Sabo riddari E2 til þess að reyna að koma riddaranum í vörnina. Riddaran getur verið á leiðin til G3. Nú kom sterkur leikur hjá Guðmundi riddari E4 sem hótar auðvitað biskupinn á D2 og drepur hvítur núna á F3 kemi riddari drepur D2 sem hótar bæði peðinu á F3 og líka hróknum á F1 sem á enga flottaræti. Hvítur getur valda peðisett á F3 með að leika kóngur G2, en þá getur svartur leikið drottning D5 sem hótar að taka peðið á F3 og eftir E4 kemur drottning H5 sem hótar núna bæði að taka peðið á F3 en einnig peðið á H2. Sjáum núna eftir drottning drepur D2 kemur drottning drepur H2 mát. Eftir drottning H5 getur hvítur leikið riddari G3, en eftir drottning drepur F3 skák og kóngur G1 getur svartur einfallega hirt hrókin á F1 og svo peðið á A3 með mjög vænlegri stöðu. Við sjáum að í þessa stöðu á svartur 2 samstæð frípeð á drottningavagnum. Eftir riddari E4 leik Sabo þess vegna riddari G3 til þess að verjast á kóngsvagnum, en þá hirti Guðmundur biskupinn á D2 og eftir G drepur F3 þá tók hann ekki hrókin á F1 heldur tók hann peðið á F3 með skák og hótar þá jafnframt hróknum á E1. Eftir kóngur G2 þá leik hann drottning C6 sem sterkur millileikur áður en hann tekur hrókin á E1. Nú verður hvítur að loka skálinu drottningarinnar hér með að leika E4 og þá verður E4 peðið veikleiki í framhaldinu. Nú kom riddari drepur E1 skák og hrókur drepur E1 og núna tók Guðmundur riddaran á G3 og eftir H drepur G3 leik hann hrókur E5. Og hér ljóst að svartur að vinna peð því hann hótar peðinu á C5 og hér gengur ekki fyrir hvítan að leika hrókur C1 og valda peðið því að þá tækir svartur peðið á E4, hótar þá fráskák með drottningunni og eftir F3 getur komið hrókur C4 og C5 peðið fellur líka. Þess vegna leik Sabo í þessari stöðu hrókur D1 til þess að reyna að ná sér í eitthvað mótspil. Guðmundur tók þá C5 með hrók og þá kom hrókur D8 skák, kóngur H7 og drottning E2. Hér svartur peði yfir, en það sem að svarta drottningin stendur svona vel á C6 leppar hún peðið á E4 og hér notfærði Guðmundur sér það með að leika F5. Sabo bakkaði með hrókið sinn á D4 og valdar E4 peð og nú kom hrókur C4. Öll uppskipti eru svörtum í hagi þessari stöðu þar sem hann peði yfir. Nú drap Sabo á C4 og Guðmundur drap með drottningu og hótar þá líka peðin á E4. Og þessi staða algjörlega vonlaus fyrir hvítan. Fari hvítur eitthvað með drottninguna kemur drottning drepur E4, þannig að Sabo reyndi í þessa stöðu drottning drepur C4. Sá leikur líka algjörlega vonlaus því eftir B drepur C4 þá verða svörtu peðin einfaldlega of sterk. Nú kom kóngur F3 hjá Sabo og í þessa stöðu kom ákaflega sterkur leikur hjá Guðmundi. Hann ekkert að drepa peðið á E4 sem gefi hvítum færi á því að koma kóngnum sínum inn á miðborðið og eldast við svarta peðið sem á C4. Þess vegna leik Guðmundur G5 og hugmyndin hans að eftir E drepur F5 þá leikur hann H5 og hvítu kóngurinn þarf núna bæði að passa upp á að stoppa peðið á C-línunni en einnig að passa upp á peðið á H-línunni
og það er einfaldlega of erfitt verkefni fyrir kónginn. Hér kom kóngur í E4 og eftir C3 þá gafst Sabó upp. Ástæðan er að eftir kóngur D3 kemur H4 og eftir G-drepur H4 og G-drepur H4 og kóngur drepur C3 kemur H3 og hvíti kóngurinn er allt of langt í burtu frá svarta H-beðinu. Glæsilegu sigur hjá Guðmundi og sérstaklega þessar fórnir í miðtaflinu og þessi skemmtilegi leikur hérna C5 sem opnaði fyrir biskupana og gaf Guðmundi tækifæri á þessari skemmtilegu kóngsókn í framhaldinu. Takk fyrir þetta.